Komið þið sæl, ég heiti Elín Dóra Halldórsdóttir og er viðskiptastjóri einkabankaþjónustu og eignastýringu Landsbankans og ætla að fara yfir helstu atriði sem fólk þarf að hafa í huga þegar það fjárfestir í verðbréfum. Verðbréfafjárfestingar, það er að segja fjárfestingar í hlutabréfum, skuldabréfum og sjóðum, er ein leið til að byggja upp sparnað. Þessi tegund sparnaðar hefur aðra eiginleika en sparnaðar þar sem peningar eru lagðir inn á bankareikning, en það borgar sig að vera meðvituð um þennan mun áður en lagt er af stað. Peningar sem lagðir inn á reikning halda jafnan höfuðstól sínum óbreyttum en ávöxtun myndast annarkvort á föstum eða breytilegum vöxtum. Ef þú vilt byggja upp sparnað sem þú vilt nýta innan fárra mánaða eða gætir þurft að grípa til með stuttum fyrirvara, er sennilega betra að leggja peningan inn á bankareikning en að fjárfesta í verðbréfum. Áður en þú byrjar að fjárfesta á verðbréfamarkaði ættir að íhuga vel nokkra þætti. Það fyrsta er hvert markmið með fjárfestingunni er og til hvers langs tíma þú ert að fjárfesta. Þú þarft líka að íhuga hversu mikla áhættu fjárhæð þín þolir og hversu mikla áhættu þú persónulega ert til í að taka og hvort þú sért reiðubúin til að þola tap eða lækkun á eignasafninu þínu óákveðinn tíma. Þú þarft líka að íhuga hversu mikla þekkingu þú hefur eða vilt afla þér á verðbréfum. Þau sem ekki hafa áhuga eða tíma til að afla sér sérþekkingar á mörkuðum og efnahagsmálum fjárfesta gjarnan í dreifðum sjóðum sem sérfræðingar stýra og nýta þekkingu sína til að setja saman eignasafn eftir fyrirfram ákveðnum markmiðum. Ég hvet þig til þess að leita þér ráðgjafar og kynna þér frekar upplýsingar um viðskipti með hlutabréfi og sjóði, svo sem helstu áhættuþætti, kostnað og þóknanir áður en ákvörðun um fjárfestingu er tekin. Þessar upplýsingar eru til að mynda aðgengilegar á landsbankin.is. Þegar þú hefur tekið ákvörðun út frá þessum forsendum er tæknilega einfalt að byrja að fjárfesta. Þú getur fjárfest í hlutabréfum á margs konar sjóðum í netbanka Landsbankans og í Landsbanka appinu á einfaldan hátt og fylgst þar með þróun fjárfestingarinnar. Ég vona að þetta hafi verið gagnlegt en í næsta myndbandi ætla ég að fjalla sérstaklega um hlutabréf.